Verkefni 19 á blaðsíðu F30, 19 talnasafn. Við ætlum að finna hvaða tala er hæst á þessu svæði hér. Förum í hólfið og veljum max. Við þurfum að draga yfir allar tölurnar því við ætlum að finna hvaða tala er hæst á þessu svæði. Við finnum lægstu tölu á sama hátt nema nú veljum við fallið MIN eða minimum og drögum hér yfir svæðið. Meðaltal talnanna, þá leggur Excel saman allar tölurnar á svæðinu og deilir í með fjöldanum þegar við veljum fallið average. Og við þurfum að velja svæðið. Ef þið viljið fjölga eða fækka aukastöðum þá getið þið valið það hér upp á number flippanum. Miðgildi, fallið median skilar miðgildi eða tölu í miðju safni talna. Það er sem sagt sú tala sem skiptir talnasafninu í tvennt þegar tölunum er raðað í talnaröð. Þannig að við förum núna hér í FX-hnappinn og medianfallið er hér hjá mér. Ef það er ekki hjá ykkur, þá skrifið það hér á línuna og smellið á Go. Og við þurfum aftur að draga yfir allt svæðið. Og það er talan 46. Tíðasta gildi eða mótfallið skilar okkur þeirri tölu sem kemur oftast fyrir á svæðinu. Og þá veljið þið hér og ef mótfallið er ekki hér inn í listanum hjá okkur þá skrifið þið það og smellið á Go. Og við þurfum að passa okkur að draga yfir allar tölurnar og talan sem kemur oftast fyrir er 40. Nú ætlum við að telja hvað eru margar tölur á þessu svæði. Það getum við valið hér í AutoSum, Count Numbers og við drögum yfir svæðið. Og hvað eru margar tölur sem eru hærri en 30, þá notum við fallið Count If, þið ættu að vera með það í listanum hjá okkur. Og þið dragið yfir svæðið og við erum að finna hvaða tölur eru hærri en 30 og skrifum við hærra en merkið og 30, 51 tala og hér ætlum við að finna hvað eru margar tölur sem eru lægri en eða jafnar 30 og það er Count If fallið aftur og við drögum hér yfir allt svæðið og nú snýr merkið í hina áttina, lægri en eða jafnt og 30. Það má ekki vera jafnt og eða lægra en það þarf að vera í þessari röð. Og það eru 13 tölur sem eru lægri en eða jafnar 30. Og það passar. Ef tölurnar eru 64, 51 pluss 13. Nú ætlum við að setja annað útlit á tölur sem eru hærri en 30. Þannig að við förum hérna yfir, drögum yfir svæðið og hér á Home flippa er hnappur sem heitir Conditional Formatting. Og við ætlum að merkja hólf sem eru hærri en, greater than og við skrifum töluna, skrifum 30 og þið getið valið útlit, hérna er rauð fylling með dökkrauðum texta, gul fylling með dökkgulum texta, að velja hérna græna fyllingu, þið megi velja hvaða liti hafið og OK. Og þá lítur verkefnið svona út. Og ég ætla að vista.